Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og næst það Hertex. Við erum komin til mín Hannes og Guðbjörg, velkomin. Þið starfið bæði og eruð í Hertex. Já. Hvernig myndi orða þetta? Já, ég er forstöðumaður Hjálpræðishersins. Hjálpræðishersins, já. Og Hjálpræðisherinn á Hertex. Þannig það. Og þú varst að segja mér svo skemmtilegt að nafnið Hertex. Hertex það er þá herinn og textíl. Já. Þar kemur tex. Og í Noregi það Frelstex, af því að það það Frelsisarmeen. Fretex. Fretex. Frelsisarmeen, textíl. Já, sniðugt. En þið eru með miklu meir en bara textíl. Já. Við skoðum aðeins, þetta er nú einn uppáhaldsbúð mín hérna á Akureyri, sko. Þarna upp á brekkunni, hjá Hrísalund og þar. Já. Þið eru með, sko, bara allt mögulegt. Allt milli heimis og jarðar. Já. Þið eru aðeins að minnka húsgögnin samt. Já, yfir jólatíman. Það er bara yfir jólatíman. Þar sem húsgögnin eru, húsgagnadeildin, það fyrir undir jóladótið. Já. En annars takið þið svo bara aftur við húsgögnin eftir áramót. Já. Og þið eru náttúrulega láta gott af ykkur leiða ágóðinn eða sölu hagnaður af Hertex. Fer hann væntanlega eitthvað í reksturinn en líka það þarf að borga húsnæði, það þarf að borga einhverju starfsmönnum laun. Það slatta starfsmönnum, er það ekki? Nei, það eru 2 launaðir starfsmenn. Það er allir hinn eru í sjálfboðavinnu. Allir hinn eru sjálfboðaliðar og þar hefur skapast sérstakt samfélag og fólk sem vill leggja sitt á mörkunum og nýtu þess að eiga þetta samfélag og eiga þess að daga saman. Frábært. Ég kem þarna reglulega og það er alltaf alveg haugur af glöðum starfsmönnum. Já, það er gott að vera þarna og það er líka gott að vera viðskiptavinur því að við viljum helst að þú sért ekkert að fara strax. Nei. Við viljum að þú finnir þína gullmóla. Og fá þér smá kaffi og tyllir þér í bókaherbyggi. Já. Því að þarna eru sko bækur og tímarit, húsgögn stundum, bara allar matar mögulegar vörur sem þú getur ímyndað þér og vissir ekki eins og það verið til og svo fatadeild alveg bara stór og mikil. Og nú stendur mikið til á laugardaginn, á morgun í rauninni, uppboð á gerseymónum. Já. Er það þá þannig að þið takið frá gullmólana þegar þeir berast? Já. Eins og þennan hér? Já, eins og þennan þarna. Það er allt sem að tekið frá og geymt fram upp á því. Er oft sem að þið finnið svona? Já. Veit fólk af því að þetta er svona dýrmætt eða? Sumir vita af því og vilja bara að við fáum gott verð fyrir það til að styrkja okkur. Annað kemur úr dánabúum. Hér erum við með álkun eftir Guðmund frá Miðdal. Já, og mjög fágætt. Og hún verður boðin upp núna á morgun, milli 2 og... Já, byrja upp og... Byrja klukkan 2. Já. Sko, það er bara mættur. Og það er annar munur hérna eftir Guðmund. Já, dvergurinn. Dvergurinn sem heldur á svona kertasteka. Já. Og ekki nóg með það, hér er eitthvað ægilega fínt sem við ætlum að afhjúpa. Þetta er svona silfur bikara 6. Heldur þetta sé silfur? Já, þetta er silfur. Og gangur skuggum það. Maður skálar bara í þessu eða eitthvað. Og svo náttúrulega síðast en ekki síst Elvis Presley. Já. Þetta er að lyfta honum upp. Hann er mjög, við höfum ekki fengið svona áður. Sko. Hann er rusalegur. Og það er bara, það er hérna kvittanir og allt með. Já, sem sagt, hvað ég var að segja. Já, þetta eru kvittanir fyrir honum hann sé orginal. Já, kannski ekkert mörg eintök svona til í heiminum eða? Jú, sjálfsagt eins og í Bandaríkjunum og eitthvað svoleiði sko, en ég er ekki svo viss að sé svo mörg hér. Nei. Og þið eru með eitthvað svona 15 muni þarna? Já, 13 til 15 muni. Já. Og svo verðum við fullt af gullmólum í sjálfur búðinni. Já, búðin verður bara opið líka. Já, það er allt opið. Svo nálgast jólin. Já. Og þá hafið þið alltaf verið með jólaúthlutun eða hvað? Jú, það er þannig að Hjálpræðisherinn er í samstarfi við Rauða krossinn, Mæðrastyrksnefnd og Hjálparstarf kirkjunnar og saman eru við með jólaúthlutun þá og síðan hefur það fallið í okkar hlut núna síðustu árin að vera með fataúthlutunina og séðum það og það sem að kannski vantar eru spariföt akkurat núna til þess að fylla eiga nóg handa af öllum því að þetta snýst það að allir fái góð jólaföt. Og þá erum við að biðla svolítið til fólks aðeins að kíkja núna í skúffurnar og að hverju er vaksin upp úr hverju og kannski ef það eru svona svolítið sparileg og heilleg og fín föt koma þeim til ykkar. Já. Svo þið getur komið þeim áfram. Já, og þá er líka fínt bara einmitt að fara með þau föt í afgreiðsluna eða tala við starfsmenn. Já, segja bara hér kem ég með spariföt. Já, þannig að það fari á réttan stað strax. Já.
Það sé þá ekki jafnvel hendi í gáminn og því líkt að... Tekur tíma að finna út úr því, kannski. Sko, það bæði gámir hjá ykkur og svo hinum við göttinu hjá Rauða krossinum, en þið eru ekkert að blanda þessu neitt saman. Nei. Þau eru bara með... Þau eru með sitt og við erum með okkar. Eins og bara gerist í heilbrigðri samkeppni. Já, og svo þetta náttúrulega, þetta tikkar í bóksinn hérna, veist, að nýta betur og eyða minna og neyta minna. Þetta hlýtur að vera svolítið vakning. Finnið þið fyrir auknum áhuga í Health-Ex? Já, við finnum það. Og bara meira fólki sem kemur? Já, fólk meira að leita notu. Já. Og vill bara nota gamla hluti. Það gott. Að spara sér pening og endurnýta. Nú er náttúrulega ofalega í huga allra kolefnissporið. Já. Við viljum ekki farga. Nei. Og þannig að við sjáum til þess að sem minnstu farga. Það bara... Þið sjáum að halda þessi í fingrásinu. Já. Nota þetta aftur. Þess vegna erum við með til dæmis rafvörudeild, við erum alveg sérstakann mann í því að... Já, sem fer yfir. Fara yfir raftækin og... Gerir jafnvel við, eða? Nei. Bara yfirfer og finnur út hvað er í lagi. Já. Ef það eitthvað smáttir í, þá hefur við kannski rétt að laga það. Já. Frábært að fá okkur í þáttinn, tíminn er hlaupin frá okkur. Við hvetjum alla til að mæta á uppboðið á morgun klukkan 2. Já. Og svo bara að koma með sparifata, svona, sendingu til ykkur. Endilega. Í öllum stærðum. Já. Stóra stærðir eru vel þegnar. Stóra stærðir vel þegnar. Takk kærlega fyrir að koma. Takk sömuleiðis.